Góðan dag, ég er Sólveig Mekkin og ég ætla að segja frá þriðju bókina sem ég las sem var frábær og ég er búin að koma fyrir hérna inni til að börnin trufli mig ekki. Bókin heitir Svartalogn og er eftir Kristínu María Baldursdóttir, sú sem gerði líka Caritas bækurnar. Ótrúlega flott og bara þetta var geggjað og þetta var geggjað bók. Aðalpersonan er hún Flóra og alveg yndisleg miðaldra kona sem hefur verið svolítið föst í lífinu og erfitt með að gera nýja hluti. En hún sýnir það í sögunni að hún getur allt. Hún er svo vel fær marga hluti og svo flott kona sem hún er. Þetta var svo rosalega skemmtileg saga. Mér líkaði mjög vel við Flóru því að hún var svo vanafest sjálf þegar hún kom upp. Fyrst í bókinni þá var hún bara einhvern veginn svona föst inn í einhvern ramma og þorði ekki að gera neitt nýtt. Og mér fannst það flottast þegar hún ákveður að raka af sér hárið og fara á einhvern bar og verður þar fyrir einhverjum höggum og verður lamin. Mér fannst það einhvern veginn vera eitthvað svo tákvænt því að hún svona stígur út fyrir ramman og gerir nýja hluti. Og ég hef rakað af mér hárið sjálf alveg og ég veit hvað hún er að meina. Þetta er bara nýtt upphaf. Og það sem að mér líkaði ekki við í bókinni að það fannst mér þegar Krummi lokaði Júnett inni í litlu herberginu af eldhúsinu og hún var föst í neti og hún var bara óbúslega hrædd og bara óbúslega buguð á sál og líkama. Það sem bara ógeðslegt og ég var svo ánægð að þau stóðu öll saman og komu honum einhvern veginn bara í burtu. Mér finnst hún skemmtileg og hún lætur mann njóta þess að lesa hana á vetrakvöldum og mér finnst hún dásamleg á allan hátt. Fékk mig til að bara, svona, ég hugsaði söguna rosalega mikið eftir að ég var búin að lesa hana líka, sem er það bara svona saga sem situr aðeins í mér og það þannig sögur finnst mér góðar, sko. Ég vildi ekki sjá hana enda neitt öðruvísi en hún endaði því mér fannst hún bara góð. En ef ég ætti að segja eitthvað það, að þá finnst mér hún Flóra, ég viljað að Flóra hefði haldið áfram að búa í þessum litla stað að því að hún hefði gert svo góða hluti. Að því að hún kom fólkinu svo af stað í alls konar hluti eins og þegar þær fóru út og héldu tónleika út í heimi og sungu allar saman og kendi þessum 3 konum íslensku og bara fáránlega góðan hátt. Þannig að, sagan satt í mér og mér langaði helst bara að fara eitthvað vestur og sjá bara eitthvað gömulhús. Mér langaði bara að sjá þetta einhvern veginn fyrir mér og væri örugglega mjög gaman að sjá þetta sem bíómynd. En þessi allavega, hún kom mér virkilega óvart og lét mig hlæja stundum. Maðurinn minn sofnaður á kvöldin og lét mig springu hlátri upp í rúmi að því ég var að lesa þetta. Og mér finnst það bara ógeðslega góð eða rosalega góð eins og maður segir og ég bara mæli með og mæli hygglust með að lesa hana. Og ég deildi hana alveg með vinkonum mínum, bara endilega lesi þið, njóti þið. En það eru bara ekki allir sem dýrka bækur svona. En mér finnst það bara skemmtlegt og þetta tekur mann úr svona dagsins amstri og lætur mann setja hugan í einhver aðra átt og það gleður mig og það gleður mig líka að ég veiti skilurðu að það eru fleiri bækur eftir hennan höfunda því að maður verður svo sorgmættur þegar maður er búin að lesa bókina. Bara, ég vildi ætti þetta eftir. En þannig er ég. En ég fannst þetta bara skemmtlegt og þetta er bara að vera rosalega gaman. Og ég er rosalega fljót með þessa bækur sem ég á að lesa því ég finnst það bara skemmtilegar og ég get ekki stoppað. En þetta er bara geggjað og takk fyrir að benda okkur á allar þessar frábæru bækur. Ég ætla að lesa allan listan, sem þú gafst okkur. Af því að þetta er bara svona mitt uppáhald. Ég þarf ekki að taka þennan áfanga til að útskrifast, en ég vildi það. Af því að mér finnst það bara áhugaverður. Og ég var búin að reyna að bíða eftir svona, en mér finnst það skemmtilegt. Mér langar bara að þakka fyrir. Og bara yndislegt. Takk fyrir mig.